Við skulum líta á Jóhannesarguspjall, kapla 6, vers 53. Þá sagði Jesús við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans þá hvað hefur þú ekki? Þú hefur ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur. Hvað eiga þau? Eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hvað meinti Jesús þegar hann sagði, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf? Samkvæmt Biblíunni, hver einn hefur eilíft líf? Aðeins Guð hefur eilíft líf. Sú staðreynd að okkur gefið eilíft líf sannar að við höfum orðið Guðs börn, það ekki? Við skulum opna Matteusarguspjall, kapla 26, vers 17. Á fyrsta degi ósýru brauðanna komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu, hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina? Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann, meistarinn segir, minn tími í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gerðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. Páskaháttíðin sá dagur þegar Guð gefur börnum sínum heilagan líkama sinn til að eta. Það einnig dagurinn þegar Guð gefur börnum sínum dýrmætt blóð sitt. Förum áfram í vers 26. Þá þeir mötuðust tók Jesús brauð, gerði þakkir, braut það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn og hann tók kaleik. Fyllt með páskaháttíðavíni. Gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð. Hvað það? Blóð mitt. Sáttmálans úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Jesús Kristur gefur okkur páskabrauð sem hold sitt og páskavín sem blóð sitt. Ef við borðum brauð og drekkum vín, þá fáum við hold og blóð Guðs í okkur. Á þennan hátt erum við tengd Guði í gegnum páskahins nýja sáttmála, þar sem við köllum Guð föður okkar og Guð kallar okkur syni sína og dætur. Erfa börn ekki hold og blóð frá foreldrum sínum? Paschal hátíð af svo mikilli mikilvægi. Ég bið ykkur öll innilega að halda páska í ár til að fá hlutdeild í heilugum líkama Krists og dýrmætu blóði hans. Með því að halda þessa dýrmætu páska getum við öll tekið þátt í dýrð þess að snúa aftur til eilífra himneskra heimkynna okkar.